París með sínu blómstrandi götulífi, óumdeilanleg háborg tískunnar. Borgin þar sem listamenn allra tíma hafa leitast við að finna fullkomleikan. Ung mær staldrar við á meðan hárgreiðslumeistarar stunda iðju sína. Alþjóðleg samtök hárgreiðslumeistara, Intercoiffure, eru með höfuðstöðvar sínar í París og Alexander Duparis forseti samtakana. Elsa Haraldsdóttir hitti hann að máli. C'est un plaisir pour moi de faire une interview avec vous. Et voilà, mon première question, c'est quel est le rôle de Intercoiffure? Intercoiffure est un groupement d'amis à travers le monde qui a commencé de vivre en 1925 à Hambourg et qui s'est agrandi avec le temps et aujourd'hui c'est plus de 60 ans. Et vous êtes ici dans un lieu historique. Nous avons pu y mettre les collections de gens célèbres, celle de M. Guillaume, qui est unique au monde parce que ce sont des dessins, ce sont des photos et ce sont des sculptures. Après, il y a la collection d'Alexandre, qui est plus historique dans les objets, mais tout l'ensemble est basé par une force intérieure et extérieure qui est l'amitié. Oui. Nous offrons sur les mains à tous les gens qui viennent nous voir l'amitié. C'est le gage. Ce gage est très fort, il est lumineux et il appartient à ce groupement, mais il déborde dans les 5 continents aujourd'hui, en rassemblant tout le monde, à peu près 3000 coiffeurs à travers le monde, 3000 patrons, ce qui fait beaucoup de gens. Ça fait des milliers et des milliers de coiffeurs qui travaillent pour Intercoiffure. Il y a en plus, avec Paris, tous les coiffeurs parisiens qui travaillent dans la mode et qui aussi donnent toute leur création. Le rôle d'Intercoiffure est très important, car ce n'est pas un groupement qui donne des lignes, c'est un groupement qui donne des tendances. Nous recherchons la synthèse de la mode. Et c'est ce qui nous oblige à changer le fusil d'épaule. Une fois, on le met à gauche et une fois, on le met à droite. Car nous sommes des gens nouveaux, nous sommes des artistes, nous sommes des gens qui dépassons finalement la mode. Parce que nous avons un sentiment très fort dans le cœur et nous avons cette responsabilité morale, nous les anciens, d'éduquer la jeunesse de demain. Le rôle futur d'Intercoiffure, ce sera comme but la jeunesse. Þér konur með víðfaðma vængi og vonir djarfar blossa. Þér springið út og ilmið við ástir, faðmlög og kossa. Þér konur á eldblísum kveikið kveldsól að viði hnígur, svo reykelsis ilmur og andakt frá ölturum mannanna stígur.
Þér konur sem ungir vér unnum í Edens sólríka lundi, þá urðum vér konungar allir, en almúga gerfið hrundi. Ég get sagt svo margt ímyndina. Til dæmis í mínum huga þá ímynd mjög margþætt. Þú getur horft á mannesku sem ímynd. Þú getur vilja skapa þína ímynd og þú getur viljað gera einhverja ímynd sem að kannski kúnniðin vill ekki vera, vill vera einhver önnur. Þú horfir á hana í öðrum augum heldur en hún gerir kannski sjálf. En eins og ég segi, mér finnst ímynd vera svo rosalega margir hlutir. Maður finnir náttúrulega fyrir því þegar að kúnninn sest í stólinn, hvort að hann að leita eftir einhverju breytingu eða ekki. Og maður finnur það eins og skot og raunverulega það sem svo spennandi við hárgreiðsluna að maður getur endalaust séð eitthvað út úr típum og ég segi fyrir mig að ef maður finnur inn á það að manneskjan að leita eftir breytingu að þá sér maður nokkuð fljótt út hvað klæðir. Mér finnst mjög gott að byrja á því að tala við kúnnan, setjast niður með honum og ræða. Oftast eru konur eða menn óákveðnir, hvað þeir vilja. Mér finnst mjög gott að setjast niður, ræða og þróa það og finna það hvernig hún vill hafa þetta. Ekki kannski rjúka í hlutinn og svo konan ekki með það, fær hún ekki það sem hún var akkurat að biðja um. Já, raunverulega þá finnum maður eins og skot, hvort fólk opið fyrir nýjungum eða ekki, eða vill breyta. Margir eru hræddir við að breyta en svona að spurja hvernig myndi þetta verða og þarf maður að hafa mikið fyrir þessu eða hinnu. Og leiðum maður búin að útskýra svolítið, ég vil skoða myndir saman og þá slá þær til og það ákveðið það sem gerir hárgreiðsluna svo spennandi. Að maður alltaf að reynda að gera eitthvað nýtt og það alltaf eitthvað að ske. Nú ég sem keppnismanneskja til dæmis hugsa mér oft þegar áður en að ég byrja að skapa mína línu þá nota ég ímynd. Ég nota ímynd í eitt skipti notaði ég Marilyn Monroe, annað skipti notaði ég sjóinn, skeljar. Útfærði mitt út frá því, bæði í hári, fötum og því sem ég var að gera. Já, það hefur komið fyrir kannski að það hefur verið bent á, kannski verið komið með úrklippu úr blaði og konan kannski sýnir manni myndin og segir ég vil fá svona. Og það kannski ekki alltaf sem að fagmaðurinn sammála húnunum, þannig að þá svona farið að ræða það og farið kannski einhvern milliveg, því að það kannski klæðir ekki típuna sem að vill fá þetta eins og á blaðinu. Þannig að það allavega hana. Svo eru til náttúrulega konur sem að vilja sífellt vera að breyta. Eru mjög meðvitaðar það hvað í gangi og annað slíkt og vilja sem sagt alltaf vera í þessum breytingum og það mjög skemmtilegt líka. Hvað heitir þessi mynd? Anna Þóra kennslukona og kennir hún yngstu nemendum Ísaksskóla. Í samvinnu við frækna hárgreiðslumeistara ákváðum við að kanna hvaða möguleikar væru fyrir hendi að útfæra hár og stíl á mismunandi vegu. Fyrst meistarana tekur til starfa Sigga Finnbjörns. Nú það sem mér datt í hug þegar ég sá Önnu Þóru var að
nota síddin á hárinu á henni, áður heldur en að meistararnir sem koma eftir mér leika sér að hárinu á henni og fara að klippa það og permanent og lita eða hvað þeir gera. Það svo margt sem hægt að gera við sítt hár. Þarf ekki alltaf að vera hangandi lausnir og axlir eða í gamla taglinu. Það svo margt sem við getum gert og viljum gjarnan gera við sítt hár. Og ég ákvað að hanna á hana greiðslu og ég byrjaði á því að setja froðu í hreint hárið og þurrka það. Setja síðan heita rúllur sem ég lét bíða í. Og rúllurnar læt ég í til þess að fá góða lyftingu í hárið og eins til þess að fá meiri hreyfingu. Rúllur eru mjög mikið inn núna, eins og við segjum. Rúllurnar eru að koma mjög mikið aftur og gaman að því. Síðan þegar rúllurnar eru farnar úr hárinu, þá finnst mér mjög mikið atriði að hárið sé vel bustað í gegnum allt saman. Þannig að það sé allt laust. Svo túpiraði ég aðeins í hárið til þess að lyfta því meira og ná því betur saman, þannig ég geti formað það vel og eftir. Svo að busta yfir túpiringuna svo hún sjáist ekki í gegn og byrja að móta greiðsluna. Og það voða gott þegar maður með sítt hár og ætlar að taka hárið upp að öllu leyti eða hluta til að vera með spennur og hárnálar og önnur svona hjálpatæki. Og þegar maður að greiða hvað sem það sítt eða stutt hár, þá erum við með mjög mismunandi gerðir af greiðum og þannig ég að nota svona prjóngreiðu. Og þarna hún tilbúin og ég vona hún hafi verið ánægð með það sem ég var að gera. Jæja, þú ert að fara í afmæli. Já. Þú er alltaf fín. Það er nú heilmikið gert við hárið og þér venjulega, er það ekki? Jú. Segðu mér hérna, þú ert í leikhúsinu, er það ekki? Jú. Og þar ertu með hvernig hárið? Ég er með í tveimur fléttum. Tveimur fléttum? Sem liggja þá hérna aftan á bakinu? Eða svona til hliðar. Já. Og svo hefur verið að leika í kvikmynd? Já, í sumar. Og þá var litað mikið að þér hárið, var það ekki? Ég sé það. Já, það var litað 13 sinnum. 13 sinnum? Já. Það er nú óvanalegt fyrir svona unga dömu. Þess að var líka sett permanent. Og líka permanent. Þá er að vera voða dugleg að láta særa á þér hárið. Já. Og næra það, setja næringu í það. Því það verður ekki heilbrigt og gott aftur fyrir það er allt vaxið úr. Já. Öll þessi efni sem búið er að vera meðhöndlaða með. Hvað gerur þú sjálf þegar þú ert að laga á þér hárið? Svona, þegar áður ferð í skólan og svona, hvað gerur þú? Oftast ég fer svo snemma á morgnana. Þannig ég er yfirleitt bara með það kannski hárband eða tagl eða hnút. Já. Svo þú getur heilmikið lagað á þér hárið sjálf líka? Já. Ég laga alltaf sjálf á mér hárið. Lætur ekkert mömmu gera það? Nei. Mamma vil greiða mér alltaf öðruvísi heldur en ég. Er það? Já. En veistu það, þegar dóttir mín, hún er 10 ára, þegar hún vissi að þú ætlar að koma, þá kom hún eiginlega með hugmyndina af þessari greiðslu. Já. Og ég fann það að þú var strax hrifin að fá eitthvað svona. Já. Þannig að kannski þessi aldurshópur, hann er svolítið með það sama í huga. Svo eru suma litirnir svona hérna í því sem þú ert og þess vegna gaman að setja það hérna meir í hárið. Já. Veistu það ekki? Jú. Passa líka vel við háralitinni. Eins og hann er núna. Já, eins og hann er núna. Við verðum að taka tillit til þess, það þýðir ekkert annað. Svo fyrir þetta vex allt úr og þú færð þinn eigin lit aftur og þá
kannski passar einhver annar borð í hárið. Já. Og líka af því að þú ert kannski þá klædd öðruvísi. Við hugsum alltaf um það þegar við erum að greiða hár. Já. Þá hugsum við alltaf um hvernig manneskjan ætlar að klæða sig. Ég gerði það líka alltaf. Ég greiði mig eftir hvernig ég er klædd. Já. Eftir hvað passa við. Le dormeur doit se réveiller, se réveiller.